Allt í ferðalagið. Komið sæl, við sjáum þessa fallegu túnmynd sem var tekin af Íslandi í dag klukkan 12:30. Það er svona þunn skýjahula hér norður af landinu. Þetta eru raun og veru leifarnar af þessu kerfi sem fór yfir í gærkvöldi og í nótt. Það er sérstakt, eða kannski sést hérna, sérstakt merki suður af Jan Mayen. Þetta eru það sem heitir von Karman-bylgjur og þá er sem sagt fjallið Berenberget búið að trufla flæði vinds þarna yfir fjallið og þessa skýjamyndun sem var þar. Sjáum líka að það er hafísrönd við Grænland sem nær hér norður eftir öllu, en það nú ekki mikið hafís nálægt Íslandi eins og staðan í dag. Það var bjart á landinu víðast hvar og létti til smám saman á austanverðu landinu þegar leið á daginn. Það er áframhaldandi bjartviðri í kortunum á austanverðu landinu. Hæðarhryggurinn verður hér eitthvað svona fram eftir degi á morgun. En þróunin er síðan svo að það koma þessi svona löngu og mjóu skil hérna upp að landinu vestanverðu. Þau trosna hins vegar talsvert á leið sinni upp að landi og það er ekkert víst að úrkoma ná nema rétt á vesturströndina, Annesinn og síðan með suðurströndinni. En það hvessir svolítið sérstaklega á sunnanverðu Snæfellsnesi strax í fyrramálið. Sjáum það hér að það hvessir svona af suðri. Hásunnanátt gæti alveg orðið kviðátt á norðanverðu Snæfellsnesi en annars staðar er vindurinn nú svona ekkert alltof hvass. Hins vegar gengur þetta hratt yfir og strax á 50 dag verður orðið svona hæglætisveður víðast hvar. Það verður einhver rigning og skýjahula hér allra vestast á landinu en það má búast við því að verði nánast heiðskýrt á öllu Austurlandi og hér til vesturs með norðurströndinni og svipað sögur svo sem að segja líka af Suðausturlandi, allavega austan Öræfa. Dægursveiflan er farin að segja að láta til sín taka. Við sjáum að það er ennþá frost svona mestu leyti á norðanverðu landinu. Það er kaldur massi þar og á meðan útgeislunin er mikil að þá heldur áfram að vera frost allavega að næturlagi. En á meðan loftið er svona kalt þá er það þungt og það þarf svolítið mikil vind til þess að svona blanda þessu þannig að það ná einhver hlýindi til yfirborðs. Og þar sem að vindurinn á morgun er nú aðeins búin að hægja á sér þarna á austanverðu landinu, þá er ekki alveg víst að hitinn nái sér neitt á strik á þeim slóðum. En í fyrramáli þá er nú svona keimlíkt veður allt land. Við sjáum að það er suðaustanátt á suðvestanverðu landinu, allvíða vægt frostin til landsins en hiti rétt yfir frostmarki við ströndina. Það ætti að vera bjartviðri en þykknar síðan smám saman upp þegar að líður á daginn. Það er aðeins farið að hvessa þarna til dæmis við Gufuskála og á Annessum hér allra vestast og þarna má líka það búast við því að það verður orðið svolítið hvasst á norðanverðu Snæfellsnesi. Sjáum að það er líka hiti rétt og yfir frostmarki við Breiðafjörð og á Vestfjörðum en svo kólnar hér eftir því sem að norðar dregur og það er náttúrulega kaldast uppi á fjöllum eins og á Öxnadalsheiðinni en ennþá bjartviðri í kortunum og ætti að hanga þurr á þessum slóðum allavega af austan Holtavörðuheiðar á morgun. Á norðaustanverðu landinu og þá er nú svona heldur svalara að litast en enda bjartviðri og frekar hægur vindur svona víðast hvar. Kannski að ná aðeins að blása af hálendinu og niður Eyjafjörðinn og þá hækkar hitinn hratt. Ef það næri eitthvað að blása ráði þá gæti hiti alveg farið í 5-6 gráður þarna síðdegis á morgun en ef þetta verður bara svona sunnan gola þá er nú líklegt að hitinn fari ekki mikið upp fyrir 2 gráður. Það er líka hægbreytileg átt víðast hvar á suðaustanverðu landinu. Það er útlit fyrir að verði kannski einhverjir örfáir dropar eða allavega skýjahula svona hér með suðausturströndinni í fyrramálið en sólríkt annars staðar. Það síðan dregur þá til aðeins tíðinda þarna þegar þessi lægð kemur upp að landinu eða þessi skil kom upp að landinu síðdegis á morgun en þessi úrkomu svæði alltaf trosna upp og það er ekki útilokað að verði nema bara nokkri dropar hér á höfuðborgarsvæðinu til dæmis. Örfáir dropar líka hér með suðausturströndinni en bjartviðri á norðan og austanverðu landinu. Það síðan dregur mikið úr úrkomunni og vindinum á 50 dag áfram bjartviðri á norðan og austanverðu landinu og hitatölurnar svona farnar að síga aðeins upp á við, gæti alveg verið svona alltaf 6 stiga hiti. Á föstudag þá er nú svona svipað sögu að segja nema áttin er frekar hægbreytileg og það kólnar líklega aftur á norðanverðu landinu og svo er áfram útlit fyrir hæga austlæga átt á laugardaginn, svo sem ekki mikið af þessu veðri að segja.
En það sem sagt gengur í hvassa eða allhvassa suðaustanátt í fyrramálið og fram eftir degi á morgun og fer eitthvað að rigna hér með vesturströndinni en lítið að vera á norðaustanverðu landinu. Verið sæl.